spyrja. Af því að við erum að fjalla hérna menningu og samfélag og ég ætlaði svona að koma aðeins inn á gildi og þá finnst mér að þetta, akkurat þetta sem þú varst að lesa, að það speglar sko hinn góðu kristnu gildi. Það sem að svona, ég finnst vera kjarninn í kristnu trú, það meðal annars þetta að hugsa okkar minnstu bræður og systur. Svona mjög fróðlegt að lesa það sem ég náði að lesa í þessari bók og ég hugsa mér að glugga meira í hana og hún sko samt sýnir manni sko þennan mismunandi hugsunarhátt sko eftir kirkjudeildum. Það skilja það að við erum alin upp í annarri hefð, allir öðrum hugmyndum, að skilja það vel og mér finnst líka svona því ég nú sagnfræðingur mennt að þá finnst mér svona fróðlegt bara þessi útgangspunktur hans að reyna sko að tengja saman hinn sögulega Jesú og hvað ég segja, kristmyndina af Jesú eða þann sem að kristni gengur út frá. Nú spurningin sem svona við erum að velta fyrir okkur er þetta hvernig styðja guðspjöllin grunngildi menningar og samfélags okkar á 21. öldinni og þá finnst mér sko, fyrsta spurningin vera sko, hver eru gildin, hver eru grunngildi okkar menningar og hvaða því eru kristin gildi og það sem að mér finnst vera grunngildi í okkar samfélagi eða eigi að vera það eru lýðræði, virðing fyrir manneskjónum og réttindum þeirra, sem mannréttindum, jöfnuður, að standa vörður þá sem minnst mega sín, réttlæti, virðing við náttúruna og það með sköpunarverki, að stuðla friði, friðarboðskapur og síðast en ekki síst umburðarlyndi. Þetta finnst mér vera gildi sem að svona, við erum að taka í gegnum aldirnar og eiga enn að vera í fullu gildi en það má segja að víða hefur verið mjög að þeim svo. Ég verður að segja mér Örnu frá því að á 2001 þá vann ég við friðargæslu í Kosovo og það fannst mér ég svona sko raun að skilja aftur þetta sem ég var að nefna hérna þegar maður finnir þessi bók úr svona öðrum hugmyndaheimi að þarna var ég að vinna í múslimsku samfélagi þar sem að fólk reyndar sagði sko en við erum nú svo sem ekki múslimir hérna en þeir voru þetta og þeir voru þetta mótaðir af því að hafa búið og alist upp í múslimsku samfélagi og það var svona, ég lenti í svona árekstrum og ég var að reyna að skilja þetta sko hvað er þetta? Það var svo mikið hatur í samfélaginu, það var svo mikið hefndarhyggja, fyrirgefning sko var ekki til, þannig að fólk sem var búið að eiga miklum erfiðleikum en gerði hluti sem ég held að sko sem við myndum ekki gera, við förum ekki út á hefnum þó að eitthvað sé gert á hlut okkar, við gerum það ekki lengur, við gerðum þetta fyrir 1000 árum en við gerum það ekki lengur og já, þannig að þessi, ég held að sé mjög mikilvægt að við erum að gera okkur líka bara upp á framhaldið og ekki síst í þessum samfélagslegu erfiðleikum sem við erum í sem samfélag, við erum sundra samfélag sem það sem er mikið deilt, miklar deilur og mikil átök að þá held ég upp á framhaldið sko, þá sé svo mikilvægt að við svona sameinist þessi gildi. Og ég var bara að kasta boltanum til þín Arna. Já, takk. Já, mér fannst þetta mjög einmitt þegar þú sagði mig frá sem ég finnst þetta mjög athyglisvert og kannski gott fyrir okkur að setjast niður og íhuga aðeins einmitt vegna þess að við tölum nú svo mikið oft af kristnum samfélagsins og Íslendingar séu nú ekki svo trúaðir og trúræknir en einmitt kannski sér maður þegar maður kemur síðan í samfélag sem er byggt á öðrum grunngildum og öðrum trúarbrögðum hvað við erum virkilega gegnsýrð
af kristinni trú og hvað hún stór hluti af því sem að við erum í dag, þó að kannski þorri þjóðarinnar sé ekki trúrækin sem slíkur, að þá mótar þetta öll okkar viðhorf og öll okkar gildi. Og það ræddum við hér í fyrra þó nokkuð mikið þegar við vorum að ræða bókina Gunnars Hersveigs þjóðgildin. Og þar, einmitt á þessum þjóðfundi sem var haldinn í Laugardalshöll, þá hittist 1000 manns, var það ekki, eitthvað slíkt, og komu sér saman hvaða gildi ættu að móta Íslands, eða hvaða gildi fólk vildi að móta Íslands samfélag og á hvaða gildum við vildum byggja. Og þar náttúrulega kom berlega í ljós þessi kristnu áhrif og sem að við að sjálfsögðu höfum úr Guðspjöllunum og það nú kannski það sem að svo athyglisvert með Krist, með Jesú, hvað hann umbyltir samfélagi. Bæði náttúrulega á þeim tíma sem að hann starfar og hvað hann með gríðarlega róttækar hugmyndir. Og þetta sjáum við í öllum hans samskiptum við fólk. Hvernig hann umgengst fólk. Pái, og mér fannst það athyglisvert, Jósef Ratzinger, hann að tala hér hvernig Jesús valdi lærisveina. Og þar til dæmis, og ég hef aldrei íhugað það og mér fannst það mjög athyglisvert, að hann velur, það náttúrulega, það auðvitað mjög athyglisvert að hann velur 12 karla og það kannski eitthvað sem kom á það eftir. En hann velur karlmenn úr mjög ólíkum hópum. Hann velur selóta sem voru í rauninni trúar, við myndum jafnvel geta kallað trúar ofstækismenn. En hann velur líka karlmenn sem að eru útskúfaðir úr samfélaginu vegna þess að þeir stunda ekki siðferðilega ásættanlegt líferni eins og Leví tollheimtumaður. Og síðan velur hann fiskimenn og sem sagt þannig að það mjög breiður hópur af karlmennum sem hann velur sem lærisveina sína og bara þar strax ákveðið statement, ákveðin yfirlýsing að lærisveina samfélagið fyrir menn úr öllum hópum. Menn, segi ég vísvitandi, menn geta verið bæði karlar og konur. Í þessu tilfelli 12 manna hópurinn bara karlar, en svo velur hann líka, eða hann velur það ekki á sama hátt, en í lærisveina hópnum, stærri næsta hring fyrir utan, eru bæði karlar og konur. Og það líka mjög athyglisvert hvernig Jesús umgengst konur í Guðspjöllunum. Og þar gengur hann svo aldeilis gegn öllum hefðum og venjum og gildum í samfélaginu að það hefur áhrif á okkur enn þann dag í dag og náttúrulega eitt af því sem að hafði þessi gífurlega sterku áhrif á fólk. Það var ekki bara það sem Jesús sagði, það voru ekki bara kraftaverkin sem hann gerði, heldur það að hann fór og sat til borðs með bersindugum. Hann umgengst fólk sem að engin málsmetandi maður vildi umgangast. Og hann ræddi við konur guðfræði, eitthvað sem að engum gyðingi hefði sannlega dottið í hug að gera. Og þetta hefur haft gríðarleg áhrif á samfélagið og hafði gríðarleg áhrif á samfélag lærisveinanna og frumkirkjuna og mótaði að mörgu leyti þau gildi sem að við búum við enn þann dag í dag jöfnum og jafnrétti, umburðarlyndi og svo ég dró fram gömlu lokaritgerðina mína þegar ég var að undirbúa mig fyrir þetta. Hún heitir Örlög hverrar konu, móðurhlutverk í trú og vísindi og þar fer ég svona í gegnum hugmyndasögu vestrænnar menningar móðurhlutverkið
og hvaða áhrif þær hugmyndir höfðu á stöðu kvenna og svo framvegis. Og þar kennir nú ýmissa grasa vegna þess að þó að þetta tímabil frumkirkjunnar væri svona, hvað ég segja, það liðluðust öll hlutverk í frumkirkjunni þar sem að konur gegndu, hvað ég segja, hlutverkum til jafns við karla. Þær voru leiðtogar, þær predikuðu í söfnuðum og þær hafðu fjármuni til þess að styðja fjárhagslega við starfið, við útbreiðslu fagnaðarerindisins. Þetta kemur fram í Guðspjöllunum. Að þá má síðan greina ákveðna þróun og við kristnin tölum það einmitt þegar við hittumst til að svona varpa á boltum á milli okkar að það virðist eins og það gerist þegar að frumkirkjan spratt upp og kristnin, þá nýttu menn sér þennan boðskap Jesú til þess að koma á jöfnuði sem var í rauninni áður óþekktur og því fylgir ákveðið upplausnar ástand, skulum við segja. Það er kannski ekki gott að segja upplausnar ástand en það er einhver svona gerjun, skulum við segja, og miklar þjóðfélagsbreytingar. Síðan tilhneigingin alltaf svo að reyna að koma einhverju jafnvægi. Og þetta jafnvægi og þetta sjáum við líka við siðbreytinguna. Það verða líka miklar svona breytingar þá í kirkjulegu samfélagi lærisveinanna sem að hefur síðan tilhneigingu til að ná einhverju jafnvægi. Og málið er að þetta jafnvægi virðist alltaf felast í því að konur eru aftur settar á sinn stað, ef svo má segja. Að eins og einhver sagði bak við eldavélina. Að þær ná einhverjum ákveðnum völdum og ákveðnum áhrifum í umbreytingar ástandi. Þá eru þær virtar, ekki bara út frá þeirra æxlunarhlutverki og ekki bara skilgreindar út frá eiginmönnum sínum, heldur standa sjálfar sem einstaklingar. En leið og menn vilja fara að koma á jafnvægi, þá einhvern veginn virðist allt fara aftur í sama farið. Þetta sjáum við strax í Nýja testamentinu. Í hirðisbréfunum þar sem eru fyrirmæli til valdhafa, þar eru fyrirmæli til heimilisfeðra, hvernig þeir eiga að umgangast sína undirsáta og þá er strax hierarkían komin aftur. Þetta stigveldi og þessi valdastigi. Og svo og þetta rekir hér í Páfi talar það hér semst að Jesús hafi ekki eingöngu valið karlmenn sem lærisveina. Hann talar konurnar og að þær hafi líka haft sitt hlutverk. En í rauninni þá gerir hann ekkert meira úr því, hann ræðir það ekkert meira. Hann fer ekkert lengra með þetta, til dæmis hvers vegna breytist þessi mynd síðan þegar við skoðum kirkjuna á tímum til dæmis kirkjuhæðarna. Þannig að þar er myndin orðin allt önnur. Hér með svo spennandi bók Lúther og konur. Og þar er nú til dæmis fyrsti kaflinn er Eve and the Nature of Women, Eva og eðli kvenna. Og svo kemur næsti kafli Maríu. Og það er í rauninni það sem að gerðist, að það var búin til svona ákveðin tvíhyggja varðandi konur, þar sem að Eva var fulltrúi ákveðina eiginleika kvenna, ef svo má segja. Og ég ætla að lesa þess fyrir ykkur tilvitnum það eftir. Á meðan að María var síðan hinn upphafna guðlega vera sem að var í rauninni ekki neinum tengslum við svona venjulegar konur. Og af því að tvíhyggjan, þessi hugmynd að andinn sé efninu æðra
hið andlega sé æðra hinu líkamlega og hinu veraldlega, hún var mjög sterk, eða það má sjá hana út úr kenningum til dæmis kirkjufeðranna konur, mjög gjarnan. Og þessi hugmyndum, þessi tvíhyggja, hún kemur úr hellenismanum og ekki, til dæmis, hann ekki að finna í gyðingdómi á sama hátt, þar sem að andi og efni eitt. En hún nær svona ákveðnum völdum í tímum kirkjufeðranna og býr til mjög svona mótsagnakennda mynd. Og það sem að konur máttu til dæmis búa við var þessi hér sending frá Tertullianusi, þar sem hann að tala Evu og áhrif syndafallsins og tilur syndafallsins. Og hann segir, vitið þið ekki, þannig að hann að tala við konur, að sérhver ykkar Eva. Dómur Guðs á þessu kyni lifir áfram á þessari öld, sektin verður líka að lifa. Þið eruð hlið djöfulsins. Þið lásuð á forbránatrénu. Þið snéruð fyrstar baki við lögmáli Guðs. Þið eruð sú sem sannfærði þann sem djöfullinn var ekki nógu hugaður til að ráðast á. Þið eyðilögðuð svo auðveldlega ímynd Guðs manninn. Vegna misgjörðar ykkar, það dauðans, var jafnvel sonur Guðs að deyja. Þetta dómur Tertullianusar yfir kvenkynina. Og þið getið ímyndað ykkur að búa eða bera þessa sekt á bakinu sem kona. Og hvaða áhrif það hafði á stöðu kvenna í samfélaginu og í menningunni og hefur haft allt til dagsins í dag. Já, það er mikil sekt sem að kvenkynið hefur borið allar þessar mörgu aldir. Og já, það er hægt að tíunda þetta mörg svona dæmi, Ágústínus og fleiri sem að, og svona í kvenna og kynjasögunni, þá hefur náttúrulega mikið verið reynt að greina þetta og rekja þessa hugmyndaþróun og hvers vegna þetta gerist. En eins og þú segir að þetta virðist vera svona einkenni á hreyfingu, að þegar hreyfingar svona, mann tala ekki svona mikla þjóðfélagshreyfingar verða til, þá koma konurnar og eru með og eru mjög virkar og það kemur mjög vel fram í þessari bók að það mjög mikið textar eftir Lúther, mikið vitnað í Lúther. Hann skrifaði því líka óhemju og ofboðslega mikið til að bréfum frá honum og þar meðal til kvenna sem voru að predika og sem voru að svona stýra starfinu í þessari lúthersku hreyfingu, eða þessari uppreisnar hreyfingu. Þannig að síðan bara örfáum kynslóðum eftir Lúther, þá er búið að ýta þeim út og einhvern veginn gerist þetta og það er alltaf þessi sterka tilhneiging til þess að reyna að halda konum á ákveðnum bás. Það er búið að verja doktorsritgerð í sagnfræði, Erla Hulda Halldórsdóttir, nýútkomin bók sem heitir Nútímans konur, þar sem hún að fara í gegnum bara hugmyndafræði 19. aldarinnar og skrif konur og svo ofboðslega sterkur tilhneigingu til þess að þær áttu bara fyrst og fremst að hafa það hlutverk að vera mæður og húsmæður. Og sú hugmyndafræði, hún lifði náttúrulega mjög langt inn í 20. öldina. En það er líka, það er athyglisvert og svona spurning sem við höfum spurt að ef við berum okkur saman við Íslendingar, saman við Norðurlöndin, að þá er eins og þjóðkirkjan, hún svona frekar studdi baráttu kvenna, frekar hitt en aftur í Finnlandi og Svíþjóð áttu kvennahreyfingar í miklum debatt við kirkjuna sem að taldi að þær væru svona með sinni baráttu fyrir kvennutindum að rífa niður samfélagið.
það var ekki hér. Það er nýkomin út ævisaga Þórólfs Bjarnasonar biskups. Konan hans var mikil kvenréttindakona og þetta er svona bara nefna þetta svolítið merkilegt sko, hvað er það sem skýrir það að það er svona frekar og margir prestar, Matthías og fleiri prestar, Ólafur Ólafsson og fleiri sem voru mikil stuðningsmenn kvenréttinda. Það var nú algengt undir lok 19. aldar að prestar sátu á þingi og þeir voru bara yfir höfuð stuðningsmenn. Alls aftur að einmitt að þessu samfélagi og samfélagi, ég svona að tengja textan sko við umræðuefnið að þá skil ég það þannig að ég mynd að þegar Jesú velur lærisveinana sem síðan postularnir og síðan þennan stóra hóp sem hann er ekki víst sko hvort það eru 70 og 72 frekar heilög tala, margveldi af 12 og ég skilnaði þannig að það er verið að senda þá út í samfélagið til boðunar, til þess að vinna, til þess að breyta samfélagið, til þess að vinna ákveðið verk og þá kannski ef við tengjum yfir í okkar samfélag sko hvaða verk er það nú að vinna og mér langar líka að sko ég er hérna sjálf svona ég er mjög sko í raun og veru hrifin sko af uppreisnarmanninum Jesú. Ég sko stundum vitnað í þetta sko að fara inn í samkvæmstuhúsið og velta borðum og segja þér hafi gert hús föður míns að ræningjabæli og í raun og veru sko Lúther hann annar slíkur sem að sko kom af stað og það var auðvitað ólga undir niðri en það var gamla því ég sá þetta að það var í gærkvöldi þá voru liðin 490 og hvað? 4 já, frá því, já þetta er að stytta sögu 500 ára afmælið sko og að það var verið að, já, akkurat, það var verið að sýna, það var messa þarna í kirkjunni í Wittenberg og þessi atburður sko að negla þessi mótmæli upp á hurðina í 95 greinum, hvað er það 95? Tesur, að sko þetta var alveg ótrúleg sko aðgerð, þetta er mótmæla aðgerð sem að setur af stað sko því líka bylgju að Evrópa fór öll á annan endan og það rýsir þetta upp líka aðrir foringjar þannig að mér finnst svolítið svona spennandi spurning og ekki síst sko í því ástandi sem að við erum í dag sko hvert er hlutverk kirkju og trúarsamfélaga í þessu samfélagslega samhengi það þarf ekki stundum sko og jafnvel oft að veltum borðum og bara segja sko hvað er það að gera? Húsafundarbyltingu. Ég segi það, já, að tala, að segja, vera ekki hlýðin og þögull, heldur að segja það sem þarf að segja og sem er þá á grundvelli þessara gilda sem að ég nefndi hérna áðan. Og ég held að sé svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að þessari tilhneigingu okkar sem samfélags á öllum tímum að staðna eða og það byggjast upp ákveðin valdahlutföll og það virðist eins og það sé alltaf tilhneiging til þess að vald safnist fyrir á ákveðnum stöðum og það er tilhneigingin að það safnast fyrir hjá körlum. Auður Eir benti á þetta til dæmis í grein sem hún skrifaði sko 94 held ég. þar sem hún var meðal annars að sko vara við því að konur í kirkjunni sættust eftir því að fá sömu réttindi og kvenprestar að fá sömu réttindi og prestar vegna þess að það fælist í því ákveðin söfnun valds og og við höfum séð þetta náttúrulega í samfélaginu, það er náttúrulega ein ástæðan fyrir hruninu
var þessi söfnun valds og söfnun auðs sem að fylgir völdum, því þetta snýst völd og auður hafa einhvern veginn tilhneigingu til að fara saman og þá alltaf þessi tilhneiging og þá þarf og þá verður einhvers konar hrun og einhvers konar bylting og það var svo sannarlega það sem að Lúther kom á stað og það líka mjög athyglisvert að átta sig á því alveg eins og með siðbreytinguna að þá voru það fleiri aðilar sem spruttu upp og þá það líka eitthvað sem að mjög athyglisvert að skoða. Það gerist líka eins og Andri Snær talaði þetta í Draumalandinu, bókin sem hann skrifaði fyrir nokkrum árum. Þar sem hann talaði að hugmyndir hafa tilhneigingu til að skjóta upp kollinum á mörgum stöðum í einu. Svo bara spurning hver fyrstur að fá einkaleyfið eða framkvæmuna eða eitthvað slíkt. Menn að hugsa það sama það virðist vera og það alveg hægt að fabulera það svona alveg út frá sálfræði og djúpsálfræði og collective consciousness og öðru þó það sé ekki eitthvað kannski sem gerir hér í kvöld en það væri alveg gaman að skoða það en þannig að við megum aldrei bara byggja á einhverjum arfi sem við höfum til dæmis frá hvort heldur sem frá kirkjufeðrunum eða kaþólsku kirkjunni eða siðbreytingunni eða hvaðan svo sem það nú að við þurfum alltaf að vera meðvituð að þetta kannski svona eins og aldan sem að lýsum mikið það svona spurning hvort það sé hægt að líka við það Þegar þú hrærir upp í svo sest og svo sest og það náttúrulega líka athyglisvert með Lúther. Hann var þessi byltingamaður og hann staða kvenna til dæmis breyttist heilmikið á siðbreytingatímanum. Það var ekkert allt í góðs vegna þess að konur mistu að mörgu leyti samfélagsleg áhrif í siðbreytingunum vegna þess að þeirra staður færðist í rauninni alfarið á heimilinu. Í staðinn fyrir að þær höfðu vettvang í kirkjunni, í klausturlífi og með því að vinna sín skilífsheit þá höfðu þær tækifæri til að hafa ákveðin áhrif en með siðbreytingunum þá var meiri áhersla lögð á þeirra vettvangur væri ökonómían eða heimilið